að lesa hér tekniklega? Nei, ég er bara að reyna að koma mér í burtu. Já, menn það. Það er ekkert nefnilegt við það. Eða bara, að opna það? Já. Lúka prófin. Þetta alltaf sem prófin. Já, það er sem það prófin. Þetta var þetta að kenni ég lítið, þannig að ég ætla að kenna þetta sem stóð. Ég langar mér. Hérna, að meðan það er að koma upp þá því að þú veist að tala að fólk getur verið á mismunandi staðir og hérna að vera í hérna ára hluti saman. Ég kenni sem sagt Menntaskólann Tröllaskaga, spænsku og ég er með mínu nemendur í stundatöflu og ég kenni gegnum Skype. Þannig að ég logga mig inn og þeir eru með kennslu beint á Skype einu sinni í viku þar sem ég byrti sem stóran skjá. Svo notum við heilmikið spjallið bara til að vera í samskipti. Hvor eru það sem þú viltu? Það skiptir ekki máli, ég seti bara bæði til svo vel. Þannig að það er svo sannarlega hægt að nota miðlana til þess að vera í sambandi, að vinna saman og nemendur vinna sem sama verkefni í skólastofunni og ég er nú svo heppin að vera með aðstoðarkennara inn í bekk. Þannig að það er ákveðin aðilega hérna uppi sem heitir Klara og hún fer inn í bekk og hún er eiginlega mín hægri hönd inn í tíma. Þannig að þannig leysist það. En ég er líka að skrifa meistararitgerð, ég er búin að vera því svolítið lengi. En það er svona þegar maður er í fullu námi og í fullt af öðru og er líka í námi og svona, að það tekur svolítið tíma. Ég hef mikið áhuga á notkun upplýsingatækni og er eiginlega búin að vera vesenast í upplýsingatækni síðan það byrjar. Og hef búið til vídeo og ég ætla upphaflega að skrifa vídeo og alla að gera nýtt vídeo og hugsa, nei, leiðbenda mín Mikael Dahl sagði að það væri nú ekkert viti í sjálfum sig að gera vídeo. Spurningin væri kannski frekar í hvernig maður nota þetta vídeo. Og þá er maður að koma inn á kennslaðferðir og hvað gerir maður með þetta efni sem er til. Og ég er farin að skrifa læsi og þá skjálæsi. Og það er raun og verið það sem ég er að varpa hérna fram. Ég er sko algjörð, ég kann ekki á PowerPoint, mér finnst það mjög leiðilegt. Þannig að ég er bara, vil helst ekki nota þetta. En sko þessar 3 stóra spurningar sem ég reyndi að skrifa út mína meistararitgerð út frá, það eru þessar 3 spurningar sem eru hérna upp á sem ég ætla ekki að lesa upp, af því þið sáðu þetta alveg. Það er rosalega mikið umfjöllun að börnin okkur sé ekki læs. Og ég vil meina það að þeir eru vel læs, en þeir eru bara læs á einhverju öðru en við erum læs, eða við urðum læs á. Það sé mismunandi lestra aðferðir í gangi. Og við getum ekki sagt til börnum okkar að þeir sé ekki læs. Það er bara bull í mínum veginn. Hins vegar, það sem er að gerast er að það er alls konar nýja texta sem er að birtast og það eru textana sem er að skjá. Það eru það sem ég sáum rétt áðan, rafbækur, það sem alls konar hluti blandast saman. Ekki bara einn hlut, heldur marga hluti, marga þættir. Og þegar við þurfum að búa þetta til, það er svona ákveðna hluti sem eru kannski, sem leiðir okkur áfram og það er það sem við þurfum að leggja áherslu á þegar finnst mér persónlega. Við þurfum að leggja áherslu á okkur nemendur er þessi sköpunar gáfur þeirra og sem sagt og hönnun, við þurfum að kenna hönnun því það er eitthvað annað að skrifa ritgerð á blað eða að setja efni á skjá. Það er ekki það sama. Og ég svo að gera svona. Já. Sko, hérna eru tvenns konar texta. Þetta, hérna vinstri megin, er vinnubók dóttur míns sem 14 ára í 9. bekk í Snælandsskóla, ensku bók. Og þegar maður les svona bók, og það er eitthvað sem ég einhvern veginn uppgöta líka þegar ég var að lesa allar þessar fræðigreinar, við erum bundin þegar við lesum bók af setningaskipum. Og við erum bundin á okkar menningu, við lesum frá venstri til hægri og uppi frá og niður. Þetta er vinnubók. Þetta er líka vinnubók hjá mér í Menntaskóla við Hamrahlíð. Þarna eru nemendur að vinna efni Bolívíu
og ég ætla að segja eitthvað frá verkefni nú eftir. Og þetta í raun og veru nákvæmlega sama. Þeir eru að safna saman efni, þeir eru að semja spurningar, þeir eru að skrifa texta, en allt saman þetta inn á Facebook. En það svolítið munur, við vitum þetta alveg, ég vildi bara setja þetta saman þá ég fatti hvað munurinn Þú veist, ég get ekki klikkað á þetta. Þú veist, ég get flett, ég þarf alltaf að fletta svona. En hérna geti ég flett með því að smetla. Reyndar þetta mjög skemmtilega maður smetlar hérna á þetta kemur tónlist. Og tónlisti sem birtist hérna frá Guarani Indiána í Bolívíu. Þetta allt saman nemendur sem búin að velja sér þema til að vinna úr og það væri þetta þræl skemmtilegt að búa til svona rafbók úr þessu efni allt saman sem þeir búin að búa til. Annað dæmi. Þetta ítölsku námsbók og aftur það sama, þetta er Bolívíu, þetta tungumálakennsla. Ég tungumálakennari, ég glemdi að segja það, ég kenni spænsku. Og þetta tvennt ólíkt. En ég vil taka því fram að þessi bók hérna var samin í 2007. Og ég verði viðurkenna, ég fekk áfall þegar ég sá þessu bók. Og hún er svört hvít. Takk fyrir. En það sama, ég vildi bara sýna eitthvað svona það sem hægt að gera. Þetta tungumálakennslu bara í alltaf umhverfi. Ef ég kemst hjá því þá nota ég ekki bók og ég nota ekki bók með eitthvað skoðan döggaskap. Ekki kennsbók. Þeir semja í raun og veru, við semjum sama efni og pælingin er að þeir semja sína eigin bók. En þeim finnst það líka erfitt. Sko þessi textar eins og eru hérna nemendur þetta öðruvísi hóp, þeir eru að gera verkefni Reykjavík hérna á Facebook. Eru þið búin að setja inn hvaða efni þeir ætla að taka fyrir? Ég sagði þeim, nú skulle fara inn á netið og þið veljið ykkur, skoðið nú hvað til Reykjavík á spænsku. Og við nennum ekkert að, viljið þið skrifa endilega það saman til, það er ekki tilgangi að skrifa allt það saman til. Það er bara copy-paste. Þá getur við alveg bara búið til linkar út úr. Þannig að við fórum í svona hugarstormin og settum upp hvað er ekki búin að skrifa inn. Þú finnir ekkert til dæmis, mjög lítið vínmenning, mjög lítið almennsgarðar, mjög lítið svona rótgróna staði í Reykjavík, eins og Hressu, Bærins Besti. Hvað gerir Íslendingar í Reykjavík? Þannig þau komu með alls konar hugmyndir, fóru á þriðjudaginn niður í bæ, tóku myndir, komu tilbaka og voru að vinna í dag í tíma, texta og myndir saman og við erum að búa til heimasíðu. Það sem þetta er að gerast þegar maður er með skjá, með textaskjá, það er að í raun og veru, og Ragnar var svolítið að tala þetta líka, við erum að gefa frá okkur valdi og við verðum að gefa frá okkur valdi. Við erum ekkert að semja efni. Leið að þú setur upp nemandann fyrir framan tölvu, það hefur hann valdið vil að ná í efnið og það er eiginlega hann sem stýrir hvað efnið hann langar til að nota. Og það er hann sem stýrir hvaða pakka hann vil búa til. Og ef við förum að stýra, þá er bæði hönnunarferli og sköpunin er út myndinni. Og í raun og veru það sem er að gerast, og það er það sem fræðimenn er í raun og veru það sem við erum búin að lesa með til það er það sem er að gerast. Við erum ekki lengur hérna uppi eins og ég stend núna. Og eins og þú varst að tala um áðan. Við erum að gefa frá okkur þetta vald og segja nú verðið þið að búa til efni. Nú verðið þið að safna og búa til þekkingu. Og það er í raun og veru þessi nemandi, þessi lesandi sem er að búa til röð og reglu úr þennan skjá. Og það er sérstaklega að hugsa svona iPad. Þetta eru alls konar takka sem maður þarf að ýta á og maður þarf að læra og fara fram og tilbaka. Og það er allt önnur lestraaðferð heldur að lesa upp úr bók. Þannig það að segja að okkar nemendur eru illa læsir lesendur held ég að segja svolítið hæpið, þetta er bara öðruvísi lestraaðferð. Þegar maður setur, og þetta er svo önnur tilgáta því það var pæling mín að koma, sýna ykkur bara hvaða umræði er í gangi sem sagt læsi og á mín. Þegar texti fer upp á skjá, þá erum við oft farin að hugsa þetta lítur ekki vel út. Við skulum færa þetta hans til, við erum að laga hans til, ekki þetta lit og gerð. Þá erum við ekki lengur endilega að hugsa hvernig setningaskipan er, heldur hvernig við birtum hlutina á skjánum. Og við túlkum það sem kemur upp á skjá allt eftir hvar þetta birtist á skjánum. Og það er einhvern veginn þannig, segja, hann heitir Gundur Kress, ég setti inn fullt af efnum sem geti
lesa ykkur til eða viljum, það kemur í lokunni. Hann segir að textin er orðin hluta mynd og lítur lögmál myndar. Og erum í raun og veru fann að skrifa styttri texta. Og ef þetta er framtíðin eins að skrifa e-books og blanda öllu saman, þá er það kannski það sem við þurfum að hugsa frekar að skrifa ritgerð. Hvernig ýtir ég á svona link, fyrst það? Til þess að sýna ykkur svolítið lestraðferð, ég var að segja að við lesum frá venstra til hægri. Við erum mótuð, við komum og það er það sem börnum okkur gerir, þess að dóttir mín þegar hún var 3-4-5 ára, byrjaði að fara inn á netið og var í enskum leikjum inn á BBC, það læriði hún alls konar hlutir. Við erum alast upp í umhverfi og svo komum við í grunnskóla og þurfum allt í að lesa á svona bók, að læra eitthvað málfræði. Þetta er svolítið erfið, þannig ég ætla að sýna ykkur að ég er ekkert að gera áróðu fyrir raun að veru, það er bara því að Apple er með rosalega flotta auglýsingar sem ég fann, sem er að kannski fyrir svolítið tíma á það væri. Ég var að tala áðan við lesum frá vinstri til hægri. Þá var þetta sett upp sem bók. Þarna, þið sáu kápana þarna. Og myndina hreyfast svona. Nú ætla ég að snúa þetta við. Þetta er bara til að sýna ykkur hvað þetta skiptir máli. Þetta er vísi. Það birtist hérna á allt öðruvísi tungumáli en er gjörsamlega speilmynd. Og þetta er arabísku og það les fólk þetta frá hægri vinstri og bækurna eru svona fléttar. Það er ekki hins veginn. Þannig að það er allt speilmynd. Þannig ef ég sem sagt væri að kenna arabísku sem ég er ekki, ég nú er að kenna spænsku, að þá þyrfti ég að gera mínum nemendur grein fyrir því að þeir þurfa að beita öðruvísi lestraraðferð. Og þetta er í mörgum menningaheimum er þetta bara þannig að maður þarf að hugsa um þetta. Þetta er að fara tilbaka. Í stuttu máli, bara svona örstutt, myndin hérna Kleófínu sem er stelpa sem býr út í Bolívíu var byrjunin á þessa helgi. Mínir nemendur fengu myndir af þessa stúlku, skrifaðu sögu á spænsku og það var upphafið að því að